Þetta byrjað. Eða hvað? Já, sorry. Hún var svo lengi að taka við sér. Ég ætla að fara þá í þessi tilraun, þar sem við erum að títra mjólk með kalsíum, þessi svokallaða baktítrun, þar sem við vorum með, að við settum í flösku eða mæliflösku, nákvæmlega 10 gramm eða það bil 10 gramm af mjólk. Í tilrauninni notuðum við fjörmjólk og það var bara of mikið kalk í henni, þess vegna gekk titrunin svona illa. Svo ég títraði aftur bara með nýmjólk sem kom miklu betur út og eins og ég mundi eftir tilrauninni. En þá mældi ég þannig að það væri nákvæmlega það bil 10 gramm af nýmjólk. Síðan komu 15 millilítra af natríumhydróxiði sem voru til þess að koma EDTA-lausninni á rétt form og til þess að hvarfast við magnésium sem mjólk áður en EDTA sett út í, sem eru þá 10 millilítrar alltaf af því. Og síðan það sem var fyrir búrettuna, það var kalsíumkarbónatlaust CaCO3 með þekktan styrk eða ákveðinn massa á rúmmál. Og það sem við erum að gera að það fyrst kalsíum í mjólkinni og segjum að það séu segjum að þetta séu kalsíum sem í þessari mjólk sem við vigtum. Síðan bætum við út í nákvæmlega 5 þetta eru 5 millimól sem við bætum út í af EDTA og þau hvarfast við kalsíumi sem í mjólkinni. Þannig að það fara þá 3 af þeim, og þetta náttúrulega bara svona myndrænt, að þá eftir 2 millimól af EDTA og það títrum við síðan með því að bæta út í kalsíum með þekktri lausn sem hvarfast þá við þetta EDTA og þá vitum við hversu mikið kalsíum hvarfaðist við afganginn af EDTA. Og þá getum við fundið út að því við vitum hversu mikið við settum í EDTA, þá getum við vita hvað hvarfaðist þá mikið við kalsíum í mjólkinni. Þetta það sem við kallum baktítrun. Við látum efnahvarfa eiga sér stað, þannig að það sé yfirmagn af hvarfefni sem síðan títrað eftir á með þekktri lausn. Nú, ég búin að ég gerði 3 títranir og ég skrifa það fyrst upp títrun 1. Þá þetta bikar með mjólk 13,67, síðan án mjólkur 3,47. Þannig að þetta eru tölurnar sem skiptir máli. Hversu mörg gramm af mjólk voru í fyrstu títrun og hversu margir millilítra af kalsíumkarbónati úr búrettinu þurfti til þess að þessi litabreyting ætti sér stað þegar við fórum sem blárri lausn í bleika. Og ég sendi ykkur með þessu vídeó og þá sendi ykkur líka mynd af þessum litabreytingum. Svo þið sjáum hvernig þær voru. Svo voru önnur títrun. Þarna ákvað ég að hafa svolítið minna magn af mjólk. Þá myndi maður í rauninu vera meira sem fyrir búrettunni að hvarfast við EDTA og síðan ennþá minna mjólk og þá var aðeins meira úr búrettunni. Þannig að þetta svo sem allt samsvara. Nú ætlum ég bara að minnka þessa töflu, taka niðurstöðuna, þannig að ég hafi stað til þess að reikna líka. Þannig ég ætla bara að segja títrun 1, títrun 2 og títrun 3 og svo það þá í títrun 2 ég með 10,20 gramm af mjólk og 6,2 millilítra af kalsíumkarbónati úr búrettu. 6,2 millilítrar.
Í títrun 2 var ég þá með 9,20 gramm af mjólk og 7,9 millilítra úr búrentunni og síðan í síðustu títruninni er ég með 9,07 gramm af mjólk og 8,1 millilítra. Þetta það sem við þurfum að nota þá í úrvinnsluna. Og þá ætla ég að hefja úrvinnslu og að því að við erum með 3 títranir og það eru mismunandi massi af mjólk. Það þarf að reikna það sem við getum ekki tekið meðaltalið úr hvað kom úr búrendum eins og oft er hægt. Af því að við erum með mismikið massa mjólk, þannig að það eru auðvitað mismikið magn af kalsíum í hverri sýni. Og hérna er sem sagt úrvinnsla 1. Að kalsíum staðalaust er útbúin, það er þá það sem er í búrendunni. Og ég ætla bara að segja að í fyrsta lagi þá ætlum við að finna hversu Já, en ég tek nú bara þetta fyrsta hefur bara með það að útbúa þarna lausnina kalsíumkarbónat. Ég ætla að fara bara yfir í þá 2 og það er það að finna styrk kalsíum 2+ í mjólkursýru. Og það sem það þarf að gera hér er að segja að við erum með mól af EDTA, þetta sem kom hérna úr þessum 10 millilítrum sem að fara þá í sýnið, að þau hvarfast 1:1 við kalsíum og það er til sama mól af kalsíum 2+ í mjólk, það er þess að mjólkursýni sem ég setti hérna undan, pluss mól af kalsíum úr búrendum. Og í fyrsta lagi þá ætlum við að finna hver eru þá mólin af EDTA. Það er þá eins í öllum títrunum. Þannig við settum alltaf 10 millilítra. Þannig í fyrsta lagi mól EDTA. Þar vorum við með að mól var sama sem styrkur sinnum rúmmál. Þar sem að styrkurinn var gefinn sem 0,05 mól á lítra eða millimól á millilítra sinnum og síðan vorum við alltaf með 10 millilítra. Þannig í öllum tilfellum þá erum við með 0,500 millimól EDTA sem væri þá summan af millimólum af kalsíum í mjólkinni og kalsíum sem kemur síðan úr búrendunni. Í öðru lagi þá getum við fundið mólstyrkinn af þessari kalsíumkarbónatlausn. Af því að okkur var gefið hérna, finnum hann til að byrja með, það er 2, mólstyrkur CaCO3 lausnar og þetta er þá í búrendu. Og þar var gefið að við erum með 2,436 gramm á hvern lítra, sem sagt gramm á lítra. Við höfum áhuga að vita hvað þetta er í mólum á lítra og þar sem ég er með gramm og þarf að breyta í mól, þá er þetta spurning að nota mólmassa og mólmassi kalsíumkarbónats er 100,09. Þannig að við segjum hérna að við erum með fyrir 100,09 gramm, það er 1 mól
Og síðan myndum við alltaf breyta þessu hérna í að þegar við erum með sjá. Jú, þarna fáum við bara mól á lítra. Þetta gefur okkur 2,436 deilt með 100,09. Og út af þessu kemur 0,02434 mól á lítra, sem auðvitað sama millimól á millilítra líka. Þannig að hérna erum við komin með styrkinn og þetta kalsíumkarbónat úr búrennu. Þannig að hérna erum við með styrkina fyrir hérna millilítrafjöldan og getur fundið þá styrkinn fyrir hvert og eitt. Það sem ég ætla að gera núna að þegar ég get leyft mér, þar sem þið getið þá stoppað og spólað tilbaka vild og þegar taka burtu þessa hérna mynd og taka, ég ætla að skrifa hérna að mól af EDTA sama sem 0,500 millimól og að hérna styrkur þessara hérna kalsíumkarbónatlausna CO3 sem við táknum gjarna bara sem CO3 styrkurinn að hann 0,02434 og hérna ætla ég bara að setja millimól á millilítra. Það er komið svo til að finna millilítra. Og alltaf fá að stróka þetta hérna út. Þess að við búum þá með komið þarna með lið 2 í úrvinnslunni. Svo þá ætla ég bara að halda áfram og segja þá að liður 3 finna mól CaCO3 í hverri títru. Og hérna erum við þá að nota 6,2 millilítra sinnum þá hérna mól á lítri eða styrk og finnum þannig hversu mörg millimól við erum með. Þannig að það þá títrun 1. Þá getum við sagt að mól sama sem C sem V sem 0,02434 millimól á millilítra sinnum 6,2 millilítrar og þetta gefur okkur 0,151 millimól. Og ég ætla að setja það hér, að það þá hérna mól Ca2+ úr búrettu. Það gefur þá næstu dálkur og það sé 0,151 millimól. Síðan það þá títrun 2. Þarna erum við með að mólin eru samasett og þá erum við með samastig 0,02434 sinnum 7,9 millilítrar. Þetta gaf 0,192 millimól, 0,192 millimól sem ég setja hérna. Og svo í þriðja lagi þá eru mólin sami styrkur. Sinnum 8,1 millilítri. Og þetta gaf 0,197 millimól.
0,197. Þannig að núna veit ég að þetta eru millimólin sem kom úr búrettunni í hverri títrun. Síðan, og ég tek fram sem sagt að þegar ég er hérna með mól kalsíumkarbónat og hérna er mól kalsíum, að þá erum við alltaf að tala að kalsíumkarbónat klofnar í vatni, í kalsíum og CO3, 2-. Þannig að mólhlutfallið hérna er 1:1. Þannig að mól af kalsíumkarbónat eru sama og mól af Ca2+ sem kemur þá úr búrettunni. Þannig að hérna kemur það. Það sem að síðan, við gerum síðan að nota þessi hérna jöfnu úr því að við erum með 0,5 mól af EDTA og þau hvarfast annars vegar við kalsíum í mjólkinni og hins vegar við kalsíum sem kemur úr búrettunni. Að við vitum það að mól af kalsíum-2+ í mjólk er sama sem mól af EDTA mínus mól kalsíum-2+ úr búrettu. Eða einfaldlega, ef við gerum C-dálk hérna fyrir títrun 1, 2 og 3. Og nú er þetta eins og að stróka þetta hérna út. Að ef við hérna gerum þá hérna mól kalsíum-2+ í mjólk og notum þá þessa hérna formúlu sem er einfaldlega 0,500 millimól mínus mólin úr búrettu. Þannig að hérna verða 0,5 mínus 0,151. Segjum hérna 0,500 mínus 0,151, 0,500 millimól EDTA mínus 0,192 millimól sem hérna kom úr búrettunni og 0,500 mínus 0,197 og þetta gaf, maður sjá, hvað er við með þetta? Núll komma 0,349 millimól, síðan var það 0,308 og að lokum 0,303. Og þá er það þannig að það sem segir sig sjálft að ef við erum hérna með 10,20 gramma sýni, þá erum við með fleiri millimól af kalsíum í því, heldur erum við með 9,20 gramma sýni. Þá erum við hérna með 0,308 millimól. Þannig að það er alltaf minna kalsíum eftir því sem að mjólkursýnin er minna. Og þegar við erum komin með millimólin, en það sem við erum að biðja í þessari tilraun er að gefa sem sagt milligram á 100 gram. Að þá þurfum við að finna sem sagt hversu mörg milligram er þetta. Og það gerum við bara með því að segja sem sagt að massi er sama sem mól, sinnum mólmassi. Og hérna myndum við þá segja hérna að við værum með 0,349 millimól kalsíum sinnum síðan mólmassi kalsíum sem er 40,08. Sinnum 40,08 og þetta myndi gefa 3,988 milligram.
Nei, þetta er 13,988. Ég er að lesa þarna á endanum á töflunni. Þannig að við sagt hérna, milligram Ca2+, það myndi vera 13,988. Síðan var það 12,345. Þá var það bara 0,308 sinnum 40,08 og að lokum var það 12,14 milligram. Og að lokum, þegar það eru svona 12 milligrammin af mjólk, þá er þetta alltaf milligram í, eins og hérna erum við 12,14 milligram í þessu 9,7 grammum. En við höfum ákveð að vita hvað þetta þá mörg milligram í 100 grammum af mjólk. Við erum með það, við vitum það, þetta eru 12,14 milligram í 9,07 grammum og aðferðir sem við notum þá er að segja að ef við tökum hérna efsta gildið, ef við erum með 13,988 milligram í 10,20 grammum af mjólk og svo viljum við vita, ok, þetta er þá milligram á gram, en við viljum vita hvað það er þá í 100 gram. Þannig að hérna fáum við 13,988 deilt með 10,2 sinnum 100. Það gefur okkur 137 milligram á 100 gram. Þannig að hérna lokum milligram Ca2+ á 100 gram, að þá myndi að vera hérna fyrst 137. Í öðru lagi passið ykkur þá að hérna þurfum við alltaf að nota massa mjólkursýningsins sem hvert skipti. Þannig hérna værum við með 12,345 milligram deilt með, og þá myndum við að vera með 9,20 gram mjólk. Sinnum 100 og þetta kom 134. 134 milligram, 100 gram og að lokum þá er það sem sagt síðasta gildið sem er þá hér 0,303 millimól deilt með og hérna var það 9,07 gram. Sinnum 100 og þetta gaf líka 134. 100 gram. Þetta er sem sagt kannski furðu hérna sambærilegar niðurstöður miðað við það að það er svona svolítið tricky að sjá hérna hvenær liturinn breytist. Þannig að fyrsta títrun hefur kannski ekki verið alveg nákvæm eins og þessar seinni tvær. En maður tekur bara meðaltalið til þess að fá svona loka niðurstöðu. Þá myndi maður taka meðaltalið á þessu og segja hérna þetta eru þá 137 pluss 134 pluss 134 deilt með 3. 137 pluss 134. Þetta allt deilt með 3 gefur okkur 135 milligram á 100 gram. Þannig að þetta er úrvinnsla. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þessari þessum fyrsta lið. En það kemur sögu að finna mólstyrk af þessari kalsíumkarbónatlausn sem við gerðum þá inn í þessu dæmi. Þannig að það er þá bara þessi seinni liður úrvinnsluna, sem sagt með öllum þessum liðum. Ef þið passið ykkur að nota ykkar niðurstöður framvegis, en fyrir hópinn í gær,
þá skulið þið bara nota niðurstöðuna sem ég fékk af því að þessi fjörmjólk var alls ekki að gera sig. Já, ég held að þetta sé þá komið. Takk fyrir.